Yeah.
syngjum þetta einu sinni, þökk þér Jesús fyrir blóðið þitt. Syngjum þetta saman. Þökk þér Jesú fyrir blóðið þitt. Þökk þér Jesú, líf mér gaf þannig. Þökk þér Jesú, frelsi fékkstu mér. Færðir mig úr myrkri inn í ljósið þitt. Færðir mig úr myrkri inn í ljósið þitt. Halleluja, takk Jesus. Snorri var að tala það daginn að kringumstæðurnar væru orðnar þannig að við gætum farið bara að hrópa á Jesú að taka okkur burt frá þessari jörð, og hér einn fólk sem í samræmi við það, sem segir í Opinberunarbókinni, kom þú, andinn og bróðurinn segja kom þú. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. How my soul Longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. Sjá okkur svo vel.
Halló, Drottinn bless ykkur. Ég langar að biðja fyrst. Heilagur Jesús, ég bið fyrir orðinu, ég bið fyrir stundinu og ég þakka þér fyrir fórnina, ég þakka þér fyrir hennar söfnuð. Þakka þér fyrir trúfesti. Elsku Jesús, megiru smyrja varir mínar og tungu mína. Í Jesú nafni, amen. Og mér langar að kannski bara svona segja stuttlega frá sögu Teen Challenge það, því að maður talar oft eins og flestir viti hvað þetta snýst og hvernig þetta fór að stað. Og upphafið þannig að þetta byrjar eiginlega bara magnaðan hátt 1958 þegar David Wilkerson var ungur svona sveitaprestur í Pennsylvania og hann sat eitt kvöld á skrifstofunni sinni og var að lesa live tímarit og þar sá hann grein 7 unglinga sem átt að mæta fyrir rétt í New York. Og þegar Wilkerson rifjar þetta upp að þá segir hann, ég flétti síðunni og sá teikningu að réttarhöldum í New York 350 mílur í burtu og heilagur andi sagði við mig, farðu og hjálpa þessu strákum. En sko áður en að þetta gerist að þá það þannig að David prestur hann í Pennsylvania og á kvöldin að þá nautaði þess að horfa á sjónvarpi í 2 klukkustundir. Og þetta var svona afþreying fyrir hann og eitthvað sem að hún fannst gott að gera og svona vind ofan að sér. Örugglega mörg okkar könnust við þetta, horfa á Netflix eða eitthvað annað. En heilagur andi bað hann að selja sjónvarpið. Nota hennar tíma í staðin fyrir í bæn og samfélagi við sig. Og þetta virðist kannski vera lítið og ómerkilegt en þetta var erfitt, alveg svo heilagur andi myndi segja við okkur hættið með skjásíman eða snjallsíma og fá okkur takkasíma. Ekki fara á Facebook, ekki vera á Instagram, ekki gera þetta, notaði tíman heldur í samtali við mig. Og hann hlýddi, David hlýddi. Og þetta kannski ekkit risastórt skref í augum sumra en þetta var hlýðni og þessi hlýðni opnaði dyr sem leiddi til þess að líf þúsunda og milljóna manna voru umbreytt og eru umbreytt ennþá daginn í dag. Og það sem virðist kannski mjög lítið, 1 sjónvarp var selt, 1 mynd í blaði, það var upphafið að þessari hreyfingu sem heitir Teen Challenge og starfar í meir en 140 löndum í dag. Og David, þessi ungi prestur, hann fór inn í heim gengja fíknar og fátæktar í New York. Hann umbreytti lífið sín og hlýddi og steig inn í umhverfi sem kannski erfitt að skilja. 28. febrúar 1958 voru hún vísa úr réttarhöldum að því að hann hlýddi, hann fór til New York og mér langar líka að segja ykkur að hann átti enga pening og kirkjan sem hann leiddi þarna í Pennsylvania var fátæk, þetta voru bændur. Og þeir skröpuðu saman fyrir þessari ferð. Þannig að hann gat farið. Og hann reyndi að nálgast piltana þarna í réttarhöldunum. Hann fékk ekki að tala við það, hann var vísað út. En það var tekið mynd á honum og þeir, ljósmyndarinn sagði, haltu biblíunni uppi og hann gerði það, hélt myndinu svona, biblíunni hérna uppi og þessi mynd birtist í blaði og David leið eins og hún hefði mistekist, hann hefði brugðist Guði vegna þess að hann fékk ekki að tala við strákana og hann fór heim aftur og var bara svona ákveðin auðmýking sem átti sér stað. En Guð lét hann ekki í friði og sagði hann að fara aftur og hann átti erfitt með að biðja samfélagið að styrkja sig eftir fyrri mistök, en þau gerðu það. Þau treystu Guði og mér langar að segja, mér langar að þakka ykkur og blessa ykkur vegna þess að þið styrkið okkur. Hverju mánuði fáum við styrk frá ykkur. Takk fyrir það. Ég eftir að segja ykkur hvað við snúumst og hvað við erum að gera. En það sem þegar hann kemur aftur til New York, hvað gerði Guð? Hann nýtti þessa niðurlægingu sem átti að vera niðurlæging í blöðunum. Og þetta var gjaldmiðl inn í líf þeirra sem voru á götunni. Gengin hlustuð á hann vegna þess að honum var vísað út. Þeir segðu, þú ert einn af okkur. Og þá fékk hann að koma. Hann fékk að koma inn í staði sem hefði annars ekki verið hlusta á hann. Vegna þess að Guð nýtir allt.
Það sem að mennirna líta sem flónsku, það eitthvað sem að Guð getur nýtt og gert eitthvað úr. Og 12. júlí sama ár, þetta febrúar sem hann fer þarna inn, þá gáfu fyrstu unglingarnir líf sitt til Guðs. Og meðal þeirra voru Nicky Cruz og Israel Navarez. En þetta var eftir nokkra mánaða trúboð. Það gerist ekki alveg strax, en þetta gerist samt mjög hratt. Og í framhaldi af þessu flutti David með fjölskyldu sína til New York og hann stofnaði fyrsta Teen Challenge heimilið. Og þar var boðið upp á biblíunám, daglegt starf og samfélagi þar sem fólk gat lært að lifa frjálsu lífi. David sagði, vissulega getum við ekki fullyrt að við höfum fundið töfralækningu við fíkniefnavanda. Djöfullinn sem leynist í nálinni svo banvænn og sterkur að slíkar fullyrðingar væri fásinna. Það eina sem við getum sagt að við höfum fundið mátt sem hefur sterkari tök á manni en fíkniefni. Sá máttur heilagur andi. Andinn sjálfur sem ólíkt fíkniefnum gerir undraverða hluti fyrir menn. Hann hlekkjar til að frelsa. Það kannski skrýta að segja þetta þannig. En það var það sem hann sá. Með því að bindast heilagum anda, þá frelsaðist fólk. 11 árum síðan, 1969, flutti Howard Falls fjölskyldu sína til Haag í Hollandi og stofnaði þar fyrsta Europe Teen Challenge. Þaðan breyti starfið út alla Evrópu og Asíu. Katrín Inga, sem hluti af ykkar kirkju, hún stofnandi TSC á Íslandi og við vorum í stjórn með henni, fórum að stað með þetta sumarið 2020. En fræi byrjaði löngu áður. Við erum hluti af Teen Challenge Evrópu og mér langar að segja við ykkur, ég var að rifja upp hérna, fyrir ári síðan vorum við hér. Og þá vorum við að segja frá götutrúboði sem við byrjuðum vorið 2024 og okkur dreymdi að kaupa bíl. Í dag eigum við þann bíl sem notaður í götutrúboði og okkur dreymdi að komast til í fangilsi. Í dag þjónum við inn í fangilsi. Og okkur dreymdi að opna meðferð. Í dag erum við að vinna í því. Þannig að Guð sannarlega búin að láta til sín taka síðan september 2024. Ég var bara rifið upp, þegar maður í hringiðin einhvern veginn þá sér maður ekki hversu mikið búið að gerast á einu ári. Og við byrjum 2020 með sumarnámskeið, vorum með 5 vikna námskeið þar sem komið 30 manns. Flest voru þetta fólk sem var að glíma við fíkn, var á milli meðferða eða nýkomið meðferð og 20 kláruðu þetta 5 vikna tímabil. Ég hef fengið marga sem hafa komið til mín undanfarið til að láta mig vita að þessar 5 vikur breyttu mikið hjá þeim. Urðu til þess að fóru í kirkju, urðu edrú og eru ennþá í dag 5 árum seinna á góðum stað. Þannig að eitt lítið, bara lítið, getur skipt svo miklu máli. Og út frá þessu fæddist TSC skólinn. Þetta biblíunám. Og allt efni sem við notum þar það sem notað í meðferðarstarfi Teen Challenge út allan heim. Og þannig fólki kennt, hvernig veit ég hvort ég kristinn, stutt yfirliti við biblíuna, viðhorf, freistingar, það farið í gegnum efni og þetta allt tekið úr orði Guðs. Ótrúlega, ekkert ótrúlega, mjög magnað. Ég þarf að æfa mig að segja það því þá segi ég að Guð sé ekki trúverðugur. En þetta sýnir okkur að þegar lítið fræ sáð að jafnvel að starfi mustaskot þá getur að orða einhverju sem umbreytir lífi, samfélagi og jafnvel heilu landi. Og við stígum út í þá trú. Og við erum núna að undirbúa Vonaljós sem væri fyrsta kvennameðferð heimili okkar. Og þetta langtíma meðferð þar sem konum kennt að lifa og kristnu lífi á kristnu gildum. Og líka að tengjast samfélagi, tengjast kirkjum, tengjast nærsamfélaginu sínu þegar þær fara heim í helgaleyfi að þá eru við búin að setja okkur í samband við umhverfið þannig að það tekur að móti þeim og við vitum hverjir eru að styrkja þau til bata og þannig svona hægt og rólega hjálpum við þeim aftur inn í samfélagið. Ég hlakka til að koma aftur eftir ár og segja ykkur hvað Guð er búin að gera á einu ári. Ég held að þetta verður bara að vera fastur liður í september, hvað er Guð búin að gera. En það sem að Guð lagði á hjarta mitt, það var einmitt þetta smæðin, hvað lítið fræ getur gert. Og
Mattheus 13, 31-32 að aðra dæmisögu sagði Jesús þeim: líkt himnaríki mustaskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst það allra sáðkorna, en nær það vex það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Trúin byrjar smátt. Hún byrjar með einföldu jái. Við segjum já í Jesú, við tökum á mótanum. Hún getur byrjað með svona örlítilli bæn, að jafnvel kalli, hrópi til Drottins, hjálpaði mér. En eins og fræið ber í sér allan kraft plöntunar, ber trúin í sér kraft Guðs til að umbreyta öllu líf okkar. Og ef við förum í 2. Korinthubréf 5:17, þá segir: ef einhver í Kristi hann orðinn nýr maður. Hið liðna var það engu, nýtt orðið til. Og málið ég sá, ég var nú á Instagram, ég hef kannski átt að vera að gera eitthvað annað, en ég sá á Instagram og þar fæ ég reels sem eru svona trúalegs eðlis og ég fylgist með mörgum þarna sem mér skotta að næra sál mína með. Og þar var umfjöllun murstasfræið, hversu öflugt það þetta fræ og hvað það gerir raunverulega. Og ég hef oft hugsað þetta, þú veist, hugsa þetta þannig að já, trúin bara eitthvað svona lítið síðan vext, en ég áttaði mikið á hversu magnað þetta fræi og hvað það gerir, hvernig það umbreytir jarðveginum. Og hún tekur eiginlega allt yfir og gerir hann annan. Og gerir, þú veist, þetta bara eins og illgresi að fá út í garðin, eins og það bara riður jarðvegin. Og hér á Íslandi þekkjum við þessa svipaða plöntu sem heitir lúpínan. Maðurinn minn elskar lúpínu og hann kallar lúpínu rasista sem á mótinni. En við höfum oft dáðstaði þegar við keyrum landi og sjáum hvernig lúpínan hefur unnið og hvað hún hefur gert. Og við höfum tekið jarðveg sem var bara auðn, bara sandauðn og bara umbreytt. Þannig á trúin að vera, Og lúpína gerir meira en það. Hún bindur köfnunarefni í jarðveginn, hún breytir ófrjósömu landi í frjósaman akur. Hún gerir það sem virðist dautt að lifandi landi. Og það eiginlega það sem að trúin gerir. Og það það sem við göngum út á. Og það það sem að við trúum því að þegar við komum einhvers staðar, að þá bara höfum við áhrif á jarðveginn. Við höfum áhrif á fólki sem kringum okkur. Og þótt hann virðist þurr, að þá finnum við leitum. Það einhvers staðar glufa, það einhvers staðar möguleiki. Og trúin breytir jarðvegi hjartans. Hún umbreytir ótta í traust og von. Hún breytir brotnu lífi eitthvað sem heilt. Og ég veit þetta vegna sem ég þekki þetta á eigin lífi. Þegar áramótin 1991, þá var ég var algjörlega brotin. Ég var gjörsamlega búin á því á líkam og sál. Og ég hrópaði á Drottinn og hann svaraði. Ég kom frá brotnum aðstæðum, kom frá heimili þar sem var alkoholismi, mjög bara slæmt lífi og sjálf alkoholisti, virkur fíkill þarna á þessum tíma. En Drottinn hefur algjörlega umbreytt mínu lífi. Hann hefur tekið siðferðislega rangar hugsanir hjá mér og umbreytti. Hann hefur tekið eitthvað sem ég held að væri rétt og sýnt mér hversu rangt það var. En hann gerir það með kærleika og hann gerir það með umbrúlendi. Og hann breytir tilgangsleysi í von og köllun. Og ég trúi því að það hafa hann gert þarna þetta ár þegar hann svaraði hrópi mínu. Og þegar trúni sáð í lífi manns, byrjar hún að umbreyta öllu landslæginu. Og ég trúi því. Matteus 17:20 segir: sannlega segi ykkur, ef þið hafið trú eins og mustaskort, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Mustasplantan var óstöðandi. Þegar hún hafði fest rætu var engin leið að stöðvana. Og lúpínan sömuleiðis. Þegar hún fær að breiðast út, þá fyllir hún landið og erfitt getur verið að halda henni skefjum. Og þannig á að vera með okkur. Þannig á trúarganga okkar að vera. Við eigum að vera umbreytandi. Við eigum að vera fólk sem hefur áhrif. Og trúin á að vera þannig
að hún leiti sér leiðar, að hún brýst fram, það þessi von, jafnvel á stöðum þar sem allt virðist dautt. Hún hættir ekki, hún breiðist frá manni til manns, frá fjölskyldu til samfélags. Við eigum raunverulega að vera eins og eldspýta þegar að kveiktir á okkur að það kemur neisti. Neistin á að koma út frá okkur. En einhver skilyrði til þess að trúin getur umbreytt jarðvegi? Jú, það sannarlega þannig. Við erum skilyrðið við þetta mustri sem við göngum í. Og það ekkert sjálfgefa mustaskorn eða lúpinan umbreytti jarðveginum. Þau ber í sig kraftinn en skilyrðin skipta máli. Alveg svo kraftur drottins raunverulegur, þá samt sem áður við getum hamlað því að vera það verkfæri sem drottin ætlar okkur að vera. Fræið þarf að lenda í jarðvegi. Jesús sagði í dæmisögunum sagðmanninn að sum fræ féllu á veginn, annað í þyrna og einhver í góða mold. Fræið verður að lenda í hjarta sem tilbúið að taka móti. Jarðvegurinn þarf að vera móttækilegur. Lúpinan getur breytt ófrjósum jarðvegi en hún þarf samt sem að skjóta rót. Trúin getur umbreytt brotnu lífi en það þarf að vera einhver opnun, einhver vilji til að leyfa Jesú að vinna verkið. Við þurfum að vera tilbúin. Og það þarf rými til vaxtar. Það hægt að kæfa vöxtinn með illgresi til dæmis og þá nærða ekki að vaksa. Þannig getur trúin kafnað ef allt annað fær meira rými heldur en Jesús Kristur í okkar lífi. Hún getur bara orðið algjörlega máttlaus og við getum verið máttlausir einstaklingar. Og við eigum ekki að vera máttlaus vegna þess að upprisu kraftur Jesú Krist býr innra með okkur. Við höfum kraft heilags anda. Og ef að allt annað fær meira rými eins og áhyggjur, efasemdir, hégómi, húsið okkar, bíllinn okkar, vinnan okkar, trúin þarf að fá pláss í líf okkar. Við þurfum að gefa okkur tíma í bæn, við þurfum að lesa í orði Guðs, við þurfum að eiga samfélag við aðra trúaða. Og umbreyting gerist ekki á einni nóttu. Hvorki mustaskorninni lúpin að breyta jarðvegi á einu sumri, þetta tekur tíma. Og það tekur tíma að sjá árangur. Trúin byrjar oft smátt, en ef hún fær að dafna, verða áhrifin augljós. Og við tölum oft það, kristneskan segir, að ávöxtunum skuluð þið þekkja á. Og við tölum oft að, já, við sjáum það ávöxti þessa manns, hver líf hans Þannig við verðum að muna að fræið ber alltaf í sig kraftinn, en við þurfum að gefa því jarðveg, rými og tíma. Þá umbreytingin óhjákvæmileg. Ef við gefum Jesú tíma og rými og við pössum að okkar jarðvegur sé góður, þá náum við að vaksa, trúalega göngu. Spurningin ekki hef ég nóg að trú, spurningin raunverulega, leyfi ég trúnni að vinna sitt verk. Jesús segir, ef þú hefur trú eins og mustaskorn, það þýðir trú sem byrjar smátt en óstöðvandi. Trú sem umbreytir jarðveginum, trú sem breiðist út og lætur ekkert stöðva sig. Lífið okkar getur verið eins og auðnin sem Guð gróðsettir fræ í. Og þegar trúin fær að vaksa, fyrirgefðu, ég gleyma þessi, ég bara les. Já, verður auðnin á frjósumum akri. Eins og lúpinan umbreytir landin okkar, þannig umbreytir trúin hjart okkar og samfélagi okkar. Þannig að við verðum að trúa því líka að við erum umbreytingarafl, að við getum gert eitthvað. Og við höfum misjafna köllun, en að hlýða Guði skiptir svo miklu máli. Guð ekki að biðja okkur að vera pottablóm eða afskorin blómvöndur. Hann að segja raunverulega við okkur að við eigum að vera lifandi, við vera óstöðandi, við eigum að vera umbreytandi og við eigum að flytja fjöll. Þetta ekki spurning hvort þú hafi kraft, þetta spurning kraft Guðs. Það spurning hvort þú sér tilbúin að hlýða og leyfa Guði. David Wilkerson sagði, langar að kannski lesa það upp, sumir kristnir sáttir við að vera bara til, þangað til þeir deyja. Þeir vilja ekki hætta neinu, trúa Guði, vaksa eða þroskast. Þeir neita að trúa orði hans og hafa forherst í vantrú sinni. Nú lifa þeir bara til að deyja. David Wilkerson, þótt hann var yndislegur maður, var mjög harður. Hann var mjög,
beittur, hann var mjög beittur. Og hann sagði líka, hversu fljótt gleymum við kraftaverkum og lausnum sem Guð hefur gefið okkur. Hversu auðveldlega við tökum kraftaverkunum sem hann gerði í fortíð okkar sem sjálfsögum hlut. Og hann skammaði iðulega svefnin fyrir að vera, sitja og gera ekki það sem það var kallið til að gera. Og alveg fram að dauða, hann var bara í Teen Challenge í 15 ár. Svo bara sagði Guð honum að hann ætti að gera annað. Þannig að hann fór og ég veit ekki hvort þetta ekki Times Square Church, hann stofnaði hana, hann stofnaði með syni sínum eitthvað sem heitir World Challenge, þar sem hann vinnur með fátækum og gegn hungri. Og þú veist, hann bara hlýddi. Og það er það sem að ég trúi og ég hef tekið ákvörðun þegar Guð byrjaði að pikka mig 2019 að þjóna sér. Ég var ekki tilbúin. Mér fannst rosalega gott að vera bara svona sunnudagskristin. Mæti kirkju á sunnudögum og láta segja mig bara hversu lífi getur verið dásamlegt og ljúft. Og taka þátt í kannski barnastarfinu og eitthvað svona æðvitið, bara svona krútlegt. Mér fannst það mjög gott, mér finnst það mjög þægilegt. Og ég vissi þegar hann fór að pikka í mig að það var ábyrgð. Að ég, þú veist, ef ég myndi segja já, og ég vissi að það var eitthvað meira heldur bara að vera til, heldur bara að vera pottablómin sem mér fannst svo fínt að vera. Ég vissi bara ekki að þetta í staðan. Mér fannst mjög gott þegar Katrín kom til mín 2020 og spurði hvort ég var til í að vera í stjórn TC, mér finnst það yndislegt. Og var til í að blessa það starf og vera bara í stjórninni. Ég sá ekki fyrir mér að ég myndi leiða starfið síðan mér. En með því að segja já við Guð, það er ekki auðvelt alltaf, ég get alveg lofað ykkur því, en því líka blessanir sem maður leið sér út á öðrum stöðum. Og hversu gott það er að fylgja Jesú og þekkja hann og vita og trúa og treysta að þetta er bara það besta sem til er. Það er að segja já við Guð. Það er að fara og sjá líf umbreytast. Það er að sjá kraft drottins verða, koma inn í líf fólks, sjá hvernig hann einn getur, laga það sem aðri telja ómögulegt. Og þú fær tækifæri að vera verkfæri, fær tækifæri að vera milligöngu, vera bara með og upplifa. Og mér langar að hvetja ykkur að vera mustaskorn í lífi ykkar, að trúa því, að leyfa því að vaksa fram, að leyfa því að verða það sem að Guð hefur. Svo hann hefur ætlað okkur meira heldur en bara að koma á sunnudögum. Ég er ekki að gera lítið úr kirkjusókn, alls ekki. Ég elska samfélag. Það er svo gott og það er algjörlega nauðsynlegt til þess að geta vaxið sem kristinn einstaklingur. Er að eiga samfélag, koma saman, það segir í orðinu, við erum að koma saman og syngja lofsöng og uppöra hvert annað. En við eigum líka að gera meira en það. Og mér finnst þið sem kirkja að gera það alltaf með því að blessa okkur og ég þakka ykkur fyrir það. Þakka ykkur fyrir trúfest ykkar. Við byrjum drottum að blessa ykkur, að það bara rigni ofan á ykkur og þið þurfum bara að vera tilbúin að taka á móti og vera þessi jarðvegur sem að getur tekið við fólki og leiðbent fólki og vera tilbúin í þegar vakningin kemur. Hérna sé ég fullt af ungu fólki. Það er dásamlegt. Drottin blessa ykkur fyrir að koma. Takk fyrir. Amen. Innilega og eins og ég segi að Guð gaf mér ritningu fyrir mörgum árum að það sem segir í Efesusbréfinu þegar líkaminn er samanfelldur, samantengdur, sér hver tauginn í sína þjónustu hendi, þá byrjar líkaminn að vaksa. Og við erum ekki öll kölluð til að gera það sama, en við viljum samt taka ábyrgð og vera hluti af líkamannum hvar sem hann fer og hvar sem hann er að starfa. Og það er bara blessum fyrir þessa kirkju að fá að vera með í Teen Challenge starfinu. Ég segi bara takk aftur fyrir það sem þið eruð að gera. En mér langar að við kannski bara rísum á fætur núna. Og hún sagði það er mikið af ungu fólki hérna og það er mikið af ungu fólki. Og vitið það unga fólk að Guð, hann er að kalla.
Hann að kalla næstu kynslóð. Og má ég sjá ykkur strákar, hvað Guð að gera? Hann að kalla næstu kynslóð. Þið eru næsta kynslóð. Guð vill fá að nota ykkur. Guð vill fá að nota ykkur. Hann kallaði lítinn dreng sem hét Davíð einu sinni. Davíð átti slöngu og hann átti steina og Guð gerði alveg stórkostlega hluti í gegnum Davíð. Davíð hann feldi risa. Þannig að Guð vill nota ykkur strákar. Og mér langar að biðja fyrir ykkur næsta kynslóð. Og mér langar að við biðjum öll saman fyrir unga fólkin okkar í þessari kirkju og í öðrum kirkjum í nafni Jesú. Faðir, við þökkum fyrir einn og sérhvern sem er hér í dag. Þakkaði fyrir þessa ungu, hraustu menn sem að ég sé hér fyrir fram að mig og þakkaði fyrir að þú ert að kalla þá. Þú ert að kalla þá inn í þitt ríki, kalla þá til að vinna þitt verk og ég biði Faðir Guð að þeir megi hlýða kallinu eins og við fengum að heyra í dag að hún Svava hlýddi kallinu. Davíð Vilkursson hlýddi kallinu og Faðir, ég biði að við mögum öll hlýða kalli þínu. Í Jesú blessaða, góða